Ok, svo við spjalla aðeins andhverfu fylkis. Alveg svo andhverfa tölunar 73, þegar við erum með rauntölu. Það kallum við andhverfuna 1 á móti 73, eða 73 í mínus fyrsta, segjum við. Og af hverju er þetta andhverfan? Það vegna þess að 73 sinnum 73 mínus fyrsta, eða 73 sinnum 1 á móti 73, það gefur okkur ekkert 1. Nú ætlum við að finna eitthvað tilsvarandi fyrir fylki. Hvaða fylki er þannig að því margfald af annað fylki, þá fá ég 1. Ok, og hvað þýðir 1 þegar þannig fylki? Það þýðir einingafylki. Ok, n sinnum n fylki a er sagt vera andhverfalegt ef til er fylki c sem er þannig að c sinnum a er einingafylkið og a sinnum c sé einingafylkið. Ok, nauðsynlega þá til að a sinnum c og c sinnum a sé bæði skilgreind, þá verður a að vera n sinnum n fylki og c er þá líka n sinnum n fylki. Ok, þetta c, þetta köllum við andhverfu fylkisins og við skrifum a í mínus fyrsta. Við skrifum ekki 1 á móti a. Við skrifum a í mínus fyrsta. Ok, atriðið að andhverfa a er nauðsynlega ótvírætt ákvörðuð. Ok, það þýðir ef andhverfan er til, sem er ekki endilega tilfellið, en ef hún er til, þá er bara ein andhverfa. Ok, til að sýna fram á það, þá gerum við eftirfarandi. Við gerum ráð fyrir að við séum með aðra andhverfu. Segjum að a hefur andhverfu b. Ok, og við erum búin að sjá hérna að a hefur andhverfuna c fyrir ofan. Við erum búin að skilgreina nafni á því að sé c þarna á ofan. Ok, þá gildir að b, nú það er það sama á b sinnum i, bara út frá hvernig við margfaldinu i virkar, og þetta er það sama á b sinnum a sinnum c. Nú þetta gildir vegna þess að c er andhverfa a. Þá gildir að c sinnum a er jafnt á i. Ok, þannig að i hérna er a sinnum c. Ok, ég skrifa það reyndar c sinnum a, en það gildir líka a sinnum c. Sér svona. Ok, svo vitum við bara út frá hvernig við margfaldum saman fylki að við megum segja b sinnum a og það svo sinnum c. Þetta er setning 2 í 2.1. Ok, og þurfum ekki að muna númer á setningu, þurfum bara að muna þessa reikniöglu. Ok, b sinnum a, nú vorum að segja b að vera andhverfa a, þannig að þetta hlýtur þá að vera i sinnum c. Nú, i sinnum c er bara eins og í rauntölum á margfaldum einum, þannig að ég fæ bara c. Og hvað stendur á þeirna? B er nauðsynlega jafnt og c. Þannig að er bara til ein andhverfa ef andhverfan er til. Nú skulum við fara að spá í hvernig andhverfan er til og hvernig andhverfan er. Nú, tökum fyrst bara tvisvar 2 fylki. Segjum að stökinni heiti a, b, c og d. Þá segir setningin, ef a sinnum d mínus b sinnum c er ekki 0, þá er a andhverfanlegt. Nú, andhverfan í þessu tilfelli, hún er 1 á móti ad mínus bc, sinnum d og a skiptum svæði pláss og sem mínus b og mínus c. Ok, þetta er andhverfa tvisvar 2 fylki. Aftur á móti, ef að ad mínus bc er 0, þá er a ekki andhverflegt. Á ensku segjum við þegar fylki a er ekki andhverflegt að við segjum það sé singular matrix og aftur á móti ef það er andhverflegt þá er það non-singular. Nú, við skulum sjá aðeins dæmi hvernig við reiknum andhverfu. Okkur er gefið fylki a. Þá er andhverfa þessa fylkis a mínus fyrsta, það er 1 á móti a sem 2 sinnum 7 mínus 3 sinnum 5, svona, sinnum 7 og 2 skiptum pláss og mínus 5 og mínus 3, sér svona. Þetta er andhverfan.
Nú, í dæmin átti að vera mínus 7 hérna, mínus 7 hér, það er þá mínus 7 líka, 2 sem 7 hérna. Ok, þannig að andhverfan er, við tökum þetta hérna, fáum mínus 14 pluss 15, fáum 1 bara, 1 á móti 1. Andhverfan er sem sagt mínus 7 mínus 5, 3 og 2. Og við getum prófað hvort þetta sé sannarlega andhverfan. Við pröfum að margfalda saman a við a mínus fyrsta. Við fáum 1, 0, 0 og 1. Og svo getum við pröfað að margfalda a mínus fyrsta við a. Og við reiknum upp úr þessu, fáum 1, 0, 0 og 1. Þannig að þetta fylki hér er andhverfa fylkisins a. Nú, smá innskot þessa stærð hérna sem segir okkur hvort fylkið sé andhverflegt. Þetta köllum við ákveðu fylkisins a. A, D, mínus B, C. Á ensku determinant og þetta er þessi sem þessi, mínus þessi sem þessi. Nú, þetta er bara andhverfa tvisvar tveir fylkis. Við erum núna stækkat upp í öll n sem n fylkis. N sem n fylki. Þá er mikilvægt innskota að það er hægt að reikna ákveðuna fyrir öll n sem n fylki. Það er bara gert á aðeins annan hátt þegar komið stærra fylki. Tökum aðeins innskotum ákveður. Segjum við sem er tvisvar tveir fylki, þá skrifum við determinant af a, dt af a, eða við gerum svona bein strik í kringum. Og þetta er þá a, d minus c, b. Sér svona. Nú segjum við sem er stærra fylki. Til dæmis þetta 3 svo 3 fylki hérna, þá er ákveðan af því er a1 sinnum það sem er eftir því að búin að strika út allt sem er í línu og dálki með þessu staki. Ákveðan af því er sem sagt a22, a23, a32 og a33. Það skrifa bara upp eftir ákveðan. Svo segjum við mínus þetta hérna stak. Og svo ákveðin af því sem er eftir, ég er búin að strika allt sem er línudálki við þessum. Þannig að A21, A23, A31 og A33. Og svo segjum við pluss þetta hérna stak. Sinnum ákveðin af því sem er eftir þegar ég er búin að strika út allt sem er línudálki við þetta stak. Þannig að A21, A22, A31 og A32. Og þetta eru 3 tvisvar 2 ákveður sem við reiknum eins og hérna fyrir ofan. Nú, punkturinn er að fyrir hvað n sem n fylki getum við reiknað ákveðuna og það er ákveðan sem segir okkur eitthvað hvort það fylki sé andhverflegt. N sem n fylki a er sem sagt andhverflegt þá og því aðeins að ákveðan sé ekki 0. Nú, við skulum að sjá hvað þetta með andhverfunar hvað áhrif það hefur á lausnir á jöfnunefni. Ef a er andhverflegt fylki, þetta eru þá n sem n fylki, þá hefur jafnan ax jafnt á b nákvæmlega eina lausn, nefnilega lausna a mínus fyrsta sinnum b, fyrir sérhvert b sem er í enda. Ok, passum okkur á því að þessi setning segir tvennt. Hún segir í fyrsta lagi lausnin er til. Þetta er svo spurning tilvistlausnar. Hún segir í öðru lagi það er aðeins ein lausn til. Þetta er spurning ótvíræðni. Ok, þannig að ef við erum andhverflegt fylki, þá vitum við að jöfnunarheppið ax jafnt á b hefur nákvæmlega eina lausn og við vitum hvernig lausnin er. Og fyrir sönnun á þessu tvennu hérna getið skoða fyrirlesturglósuna í bókina. Skulum pröfa að taka dæmi. Ok, við ætlum að finna allar mögulega lausnir á jöfnunarheppinu 3x 1 plus 4x 2 jafnt á 3 og 5x 1 plus 6x 2 jafnt á 7. Við ætlum að pröfa að nota það sem við erum búin að læra. Nú í fyrsta lag getum við skrifað þetta sem fylkjajöfn. Ok, þannig með eitthvað fylki a sem vegur x jafnt á vegur b. Nú, ég ákveð að reikna fyrst ákveðun af a. Þá segir 3 sinnum 6 mínus 5 sinnum 4 og ég fæ mínus 2. Þetta er ekki 0, þannig að þá veit ég að það er til lausn og ég veit að til nákvæmlega ein lausn. Ok, ég veit líka hvað lausnin er. Hún er a mínus fyrsta sinnum b. Ok, ég þarf að reikna þess að andhverfuna. Það er 1 á móti mínus 2 sinnum fylkið 6, 3, mínus 4, mínus 5
Sér svona. Og ég margfalda með vírinum b. Og ég reikna upp úr þessu og ég fæ 5 og mínus 3. Ég er komin með lausnina og ég veit að þetta er eina lausnin. Nú, við prófum að sjálfsögðu lausnina. Við stingum inn í og sjáum að jafnan er uppfyllt. Ok, pröfum annað dæmi. Ok, okkur er gefið jöfnunarefni og spurt er einfaldlega er til lausn. Ef svo eru margar eða bara akkurat ein. Er til margar, ein eða engin lausn. Og við ákveðum að rekna bara ákveðuna. Við segjum 2 sinnum ákveðan af 1, 7, 4, 0. Ákveðan af a sem sagt. Svo verður þessi hérna 2 stökkur 0, þannig að þetta verður öll ákveðan. Þannig að ég fæ 2 sinnum 0 mínus 4 sinnum 7. Ég fæ mínus 56 sem er sannarlega ekki 0, þannig að til er lausn. Ok, og til er nákvæmlega ein lausn. Við notum setningu 5 inn ofan og að a er andhverflegt bara ef ákveðin er ekki 0. Ok, atriði ef að ákveðin er 0, þá vitum við ekki hvort það sé til engin eða margar lausnir. Við þurfum að gá sérstaklega því. Okay, nú koma 2 gagnlegar setningar. Eða setningi 3 hlutur. Nú í fyrsta lagi segir setningin ef a er andhverflegt, þá er a í mínus 1 líka andhverflegt. Og það sem meira er að a í mínus 1, og það í mínus 1 er akkurat a. Andhverfin á andhverfinu er fylgi sjálft. Ok, öðru lagi. Þá gildir ef a og b eru andhverfanleg, þá er a sinnum b líka andhverflegt. Og a sinnum b, sem sagt andhverfin af því, myndi vera b í mínus 1 sinnum a í mínus 1. Takk eftir röðinni þarna. B í mínus 1 fyrst og svo a í mínus 1. Og svo í þriðja lagi, ef a er andhverflegt fylgi, þá er a bilt líka andhverflegt fylgi og bilta fylgið í mínus 1 eða sama fylgið í mínus 1 og það bilt. Og ætla að sjá, fara yfir sönnun á þessu mæli með að skoða bókina. Nú, þetta eru helstu setningarnar andhverfleg fylgi sem við ætlum að skoða í bíli allavega. Tökum svo, tökum kannski svona saman helstu hluti sem gilda með við það sem við höfum gert áður. Fyrir enn sem fylgi a eru eftirfarandi staðreyndir jafngildir. A er andhverflegt jafngildi að ax eftir 0 hefur aðeins lausnina x eftir 0. Við sjáum það hefur eina lausn og það hlýtur þá að vera lausnin x eftir 0. Nú, þetta er jafngildi að dálkavírar a eru línulega óháðir. Og allt þetta þrennt er jafngildi að a hefur n vendustöðla. Nú, ef ég er með n sem n fylgi, ég er með n línulega óháða einstaka víra. Nú, þetta er þá jafngildi að dálkar a spanna er jafnda. Og þetta er jafngildi að ákveðan fyrir a er ekki 0. Og svo í síðasta lagi getum við nefnt að jafnan ax eftir b hefur lausn fyrir sérhvert b. Það er til lausn. Og það er til nákvæmlega ein lausn. Ok, við ætlum að skoða í öðru myndbandi hvernig maður finnur andhverfina þegar við erum með eitthvað fylgi sem er stærra en 2 og 2. Við ætlum að skoða 2 aðferðir.